Já, góðan daginn og verið velkomin í þráðbeinu útsendingu að leik Keflavíkur og Þórs frá Akureyri. Ég heiti Sindri Kristinn. Ég heiti Alexander Hauksson og heldur þetta ævintýri okkar áfram hérna, Sindri. Já, við erum mættir hérna í Blúhöllina og við erum hérna... Verður betra og betra með hverju útsendingunni. Það er dálítið svoleiðis. Við erum konið með nýjan búnað, við erum konið með nýja geggjaða myndavél og... Já, ef við byrjum bara kannski að kynna teymið sem fylgir þessu. Já. Það eru náttúrulega við sem eru búin að kynna okkur. Jú. Og það er hann Einar, sérstakur tæknimaður þáttarins. Jú, tæknistjóri. Tæknistjóri. Og hann Maggi okkar. Maggi, já. Myndavéla sérfræðing. Og klippari. Og grafískur hönnur. Já, en við vorum að fá nýja vél til liðs okkar. Geggjaða vél. Þetta er dýr búnaður en það náðu fjárfæst í honum sem er virkilega ánægilegt fyrir okkur. Já, það er verið að fjárfesta í alvöru umfjöldun. Já, það er dálítið svoleiðis. Og það er styrktarlína þarna fyrir neðan eins og við sjáum á útsendingunni. Og við hvetjum alla til að styrkja okkur því að við viljum halda áfram að gera betur í mynd og hljóði. Já, ef þið hafið gaman að þessu og njótið þess, þá eins og ég segi, það er ekki alls engin Það er að vera að heilsa okkur í ákvæmum vel. Já. Ef Maggi beinir myndavélinni kannski að náða okkur. Já, það er eins og ég segi, það er mjög skemmtilegt að segja heilsa okkur hérna. Já, öll fjárframlög til deildarinnar og teymisins eru vel þegin. Já. Það má vera 1 króna, það má vera 1 milljón, það skiptir okkur engum máli. Nei, og við ætlum að ítreka það að við erum ekki að taka neitt af þessu til okkar. Nei. Þetta fer eingöngu í styrk fyrir stöðuna. Í starf deildarinnar. Já. En nú er liðin komin út á völlinn. Byrjanlega okkar er það sama og eiginlega alltaf. Khalil, Milka, Dín, Hörður og Gummi. Gummi Johns, það er svoleiðis. Og við erum komin af stað og það eru Þórsarar ná boltanum og Júlíus fer upp í þriggjastaðakörfu og Gummi tekur frákastið. Það símar á borðinu að nötra. Hörður Axel, kemur hann með Khalil baneitraður sóknarlegan Khalil, kemur hann upp á Milka. Og Milka setur hann Dominik Milka, gerum okkur í forystu, 2-0. Þórsar leika hér í fagurröðum búningum. Hörður Axel gegn Hansel. Khalil reynir að stela boltanum og Terrence Motley setur 2 stig á jafna leikinn. Hörður Axel, Júlíus, efnilegur maður og Khalil neglir setur stemningur á strax, tekur hann tróðslið en Keflavík gleyma sér í vörninni en Khalil Júlíus keyrir bara hringinn og þetta er Keflavík bolti. Þetta var ágætis tróðslag hjá honum Khalil. Já, það er gaman að svona. Já, það er rétt. Það reyndar og Khalil kemur upp með boltan. Inn á Hörð. Hörður hittir ekki. Motley tekur frákastið. Heppinn að halda honum. Júlíus kemur honum niður á Manta. Og hann setur honum í 4-4. Manta Svir Balas setur hann honum í. Khalil. Hansel er að bjóða honum upp opið þriggjastaðaskot. Khalil segir já takk og hittir ekki. Þórbolti. Þetta er Þórsarar bolti. Þórsarar spila með svokallað tveggjakannan kerfi. Og búið að vera mjög áhugaverð hvernig þeir eru búin að gera og það hefur virkað mjög vel fyrir það. Motley. Það virkað vel í síðustu hvað eru búin að vinna hvað síðustu 5 af síðustu 8 sem er magnað þegar þeir voru bara með gömlu góðu 0 stigin fyrir það og þeir eru komnir upp á fallsæti. Já.
og Motley kastar boltanum út af, reynir að keyra endalínuna eins og okkar vinir endalínuna segja. Þá tölum við ekki baseline, þá tölum við endalínuna. Og Lárus sammála okkur þetta. Hörður Axel kemur boltanum. Space it! Hörður Axel upp í þriggjastaðaskot, þetta afleitt þriggjastaðaskot. Loftbolti, Gamli góða loftboltinn. Corner! Bæði lið virðast aðeins vera reiðguð og að reyna að finna sér leik. Stutt síðan bæði lið spilu. Já. Hálf smá deyfði yfir þessu akkurát núna. Áhorfendur ennþá líka að vakna. Ágætis mæting. Khalil grípur aftur, hann gerir stundum þetta. Hann er að reyna að teygja sig í mennina og brýtur þannig á. Július keyrir á Milka. Motley í þriggjastaðaskoti. Geigar en enginn í frákastið. Mantas setur á dóni. 6-4. Feimur stemur yfir. Dominikas Milka. 5! Hey, what's up? Gegn Mantas. Kemur á Dean Williams. Hörður Axel. Og Milka Hittir ekki. mjög sjálfsögð sjóðun að Milka geigi af svona færi. Og sjáiði Hansel hvað hann er eldsnöggur. Keflavík á þennan. Hörður Axel lætur Khalil vita að hann er líka að hlaupa tilbaka svo allir aðrir. 5! Hörður Axel. Það er kannski svona, stærsti svona vankantur á leik Khalil og hann ennir ekki að spila vörn. Mikið rétt. Dominikas jafna leikinn, setur 2 stig. Július. Strákurinn er fæddur 2001. Mantas fer í þriggjastaðagöruna. Hittir ekki. Khalil með frákastið. Þetta er leikur sem við getum leyft okkur að leyfa þeim stóra að skjóta. Guðmundur. Hittir ekki. En enginn Þetta er á hringnum. Gummi. Og setur 2 stig. Gamla góð spjaldi á henni. Öruggt. Kemur okkur í 8-6. Nú sjáum við ekki neitt. Motley gegn Dean. Geigar. Flott vörn hjá Dean. Hann er frábær varnarmaður Alexander. Július Graður að stela boltanum með herði. Hörður veit. Og Milka hittir ekki. Hann þarf að fara stilla þetta aðeins. finna sér betur í leiknum hann Milka, sóknarlega. Og Mantas hittir ekki. Dean Williams misrengur uppstökið. Milka hendir sér. Nær þessu. Og Guðmundur inn á Dean. Dean út á Hörð. Hörður. Mantas! Ice it! Og Hörður Axel. Þessi dettur. Bingo. Og það lifnar loksins aðeins yfir áhorfendum. Það er ágætt mæting. Já, fínasta mæting. Það er nú ekki mikið af Og fólki. Hansel neglið þriggjastaðaskotinu og minkar þetta stig. Það er ekki mikið af fólki í gestastúkunni. Nei. Það er kannski skiljanlegt. Það má alveg nefna í gestastúkunni Magnús Þór Magnússon fyrirliði fótboltaliðs Keflavíkur. Veitum ekki af hverju það situr svona langt. Ói. Skemmtileg tilraun þarna hjá Hörður Axel að henda á Khalil í alley-oopið. Ertu með íslensku? Yrðu það á það? Sirkusskot Já. eða skemmtiskot, það má alltaf. Það fer að líða 5 sekúndum eða hann fer ekki að gefa boltan. Khalil. Setur hann ofan í. Hörður Axel með góða pressu. Hansel er hrikalega kvikur og hittir ekki. Það er Hansel er mjög fljótur leikmaður. Guðmundur. Bara hreinlega missir hann brúðað. Flott vörn hjá Pablo. Tólf 9, aðeins 3 stiga munur. Motley. Skemmtilegt júr á stað, hittir ekki, tekur frákastið. Kemur honum bara í innkast. Sem Keflavík á.
Út af kemur Khalil og Inn á Inn á kemur kemur- Andrés. Hef ég ekki rétt? Veigar. Já, Veigar Róki, segi ég. Skipting. Nei, fengu ekki leyfi. Inn á að koma Erlendur Ágúst og Jamal. Það Þór. Já. Hey, chance! Let it go! Sóknarvilla og Dean Williams. Ákoma Yes, Juli. Þá kom inn Jamal og Erlendur. Jamal Palmer. Hamar. Hamar. fyrir Júlíus og Terrence. Já. Jamal. Kemur honum á Hansel. Frábær barátta þarna. Og Erlendur kemur á móti Pablo í þriggjarskoti og þessi er bara víðsfjarri. Þarna rétt náðir. Koma knettinum ofan í körfunum. Þetta er hreinlega bara arfaslægt að Keflavík að taka ekki frákastið þarna. Já. Jamal, Jamal! Einstigsmunur þegar 3 mínútur eftir að fyrsta leikluta. Make it try! Guðmundur, já, hann keyrir bara á þetta. En Dominika Smilka, hann, já, frábæra vörn hjá Mattas. Það er vel gert. Og út á Pablo, hittir ekki. Erfitt að skjóta yfir Dean með rosalegar hendur. Já, ég segi Pablo, ég meinti Hansel. Já, en það er mjög erfitt að skjóta yfir Dean Williams. Það er bara rétt hjá þér. Og Guðmundur, hann hættir ekki gaurinn. Sennilega eini maðurinn í Dominos-deildinni sem að Erlendur. getur fært alþjóðlegu geimstöðinni vistir án þess að fara upp af jörðinni. Já, það er bara svolítið. Hörður Axel, kemur hann Milka setur hann. Öruggt. Sem Góður í mid-range þessu jumper, skoti. mjög góður. Kom! Meðan við í rauninni stærð á hvernig körfuboltaleikur maður er, þá er hann mjög góður skotmaður. Hansel á Pablo. Bingo! Beint ofan í. Og jafna leikinn í 14-14. Hey, fight with the pistol! Keflingar ekki verið beinlínis líku sjálfur sér hérna. Mikil steif. Brot á Hansel. Juli! Þessi gleraugu sem að Jamal spila með minna mig pínu á James Worthy. Já, Spilaði fyrir Los Angeles Lakers í það er rétt. NBA. Frábær leikmaður. Mjög flott gleru. Hey, Jamal, shooter! Go out of Á Magnús Þór Þraustason komur inn á Keflavík. Og Callum Lawson. Já, hinn breytir okkar. Já. Og Hörður Axel fer upp í skotið. Þetta er ekki Dean en Williams Dean slæra hann út til og Veigar. Veigar upp og Dean Williams neglir sem maður, takk fyrir. Þessi Setur smá stemning í húsi loksins. Þessi gæi. var power í Á þessu. Pablo. Og vann í Hann er að spila vel á Pablo. 16-16. Three! Jamal! Jamal, you come up! Come on, you can talk! Talum. Á Hössi. Dean út á Magnús. Magnús Hann keyrir inn og Þessi var bara vísfjari. Good job! Hey, Jamal! Nú veit ég ekkert hvað hann var að dæma á. Boltin átti aldrei séns að fara hún. hann dæmir goaltending. Körfu góða. Boltin átti aldrei séns að fara mikið Nú harðlega mótmælt á Já, nú bekknum hjá sjáum við Þór. þetta aftur hérna, Alexander. Lárus er gjörsamlega brjálaður. Hann er ekki sáttur. Hann slær í spjaldið og hann slær í spjaldið og ef þú reglurnar eru þannig, ef þú slærið í spjaldið Hvað þú fram á körfunni? Strafar! Hann har aldrei séns að fara í henni. hann slær í spjaldið, ég veit ekki hvernig reglurnar virka, en ef þú slær í spjaldið og hann er að reyna skot, er það að karfa góð?
Dómararnir ræða aðeins saman. En það sést náttúrulega klárlega að hann slær í spjaldið og truflar. Og þeir cancela körfunni. Og þá byrja sömu mennirnar að rála úr stúkunni. Já. En við þurfum að kynna okkur þetta betur, en hann sló vissulega í spjaldið. Jú, en boltinn var samt Hann var víðsfjarri. aldrei á leiðinni nála hringnum. Og leikurinn kom úr stað og staðan er 16-16 og rétt rúm mínútu eftir leiknum. Og Július gegn Veigari. Khalil Callum Lawson komin inn á fyrir Hossa. og Khalil. Hann vill fara upp í þetta, kemur hann út og Veigar með þristinn. Og Khalil! Vel gert, frábært! Þetta eru hins vegar 2 stig og núna er staðan 18-16. Já. Nú þurfum við að lýsa hérna til skiptis þar sem frábær barátta, Mantas og Callum missir tekur boltann. þetta og það er villa á Erlend. Hreint og sagt frábær barátta þarna undir körfunni. Já, báðanliður. Já. Hey, you're still yellow. Yellow. Nice. Ali, you take over. Hey, no pass over. No pass. Pablo. Og Veigar Yellow. Erlendur er að spila hörkuvörn. Dean Williams. Það eru átök undir körfunni. Villa á Július undir körfunni. Þeir eru að spila eins konar varnarkerfi sem á að vera mjög mikil stífpressa. Dean Williams, fyrir utan hringstöðluna, kemur á Khalil á Veigar í byrjun og setur hann ekki Dean, slær hann og hvað gerir og Jamal enda með hann. Magnús Traustason gegn Jamal. Eitt skot hjá Þórsurum. 18-16. Jamal keyrir á körfunni og leggur þetta ofan í. Og jafnar leikinn. Og já, Leikar standa eftir fyrsta leikluta 18-18. 18-18. Bæði lið kannski farið svona, já, Full rólegast það. já, menn hafa ekkert verið að Nei. sprengja sig of mikið. Við skulum segja að fyrstu 7 mínútur voru mjög mikil deyðið yfir þessu og lítið að frétta. Já, liðin samt alveg að skora Já, og já. það er kannski sennilega eftir að bætast aðeins meira ágæði í leikinn eftir þess að líður á. Klárlega. Liðin að hitta illa fyrir utan þriggjarstælínuna og taka lítið af skotum í rauninni. Þannig vonandi fórum að sjá betri leikluta núna hjá báðanliðum. En sérstaklega í okkar mönnum. Jæja, Red Hot Chili Peppers, Ómar hérna og það sem merkilegt er að Keflavík er 0-5 í þriggjarstiga og Þór 2-9. Þannig við getum, eins og við orðum á, þá er það að standa að nýtingi fyrir utan línuna er ekki góð. En Keflavík kemur hérna með boltan og inn á Milka sem hittir ekki. Milka er ekki búinn að, jú, hann er vissulega með 6 stig. Pablo kemur út og Mantas úr horninu. Beint á henni. Kemur í þriggjarstiga fórustu.
Kalum og Veigar. Khalil og Magnús. Og hann klárar þetta örugglega. Minnka munin 1 stig. Þór leiðir með einu. Mantas í annað þriggjastiga. Þessi víðsfjari. Goppar af hringnum. Bara beint niður á hringnum. Khalil. Vill á Mantas. Já, fyrst völdum. Keflavík. Veigar ekki ná að losa hann. Khalil. Út á Kalum. Kalum driblar einn. Út á Magnús í hornið. Magnús þriggjastigan. Þetta er ofnir! Fyrsta þriggjastiga Karol Keflavíkur í leiknum. Ekki seinna vanna. Veigar. Og Mantas. Milka býður hann bara upp á þriggjastaskotið. Jamal. Og inn á rétt villa á Khalil. Garðsláttur. Mantas fer á línuna. Og þetta er fyrra víti. Getið jafna leikinn. Gerið það. Seinna. 23-23. Þú segir það Sindri maður. Hefur nú heyrt meira læti í stúkunni hérna í vetur? Já. Bara með aðeins meira líf. Það allir eitthvað feimnir í stúkunni. Já, sunnudagur kannski og menn pínur eitthvað. Veigar í þriggjastaskotið. Þetta er ekki... Þessi var mjög langt frá. Og Jamal heiðir. Og setur þetta. 25-23. Hey, two down! Veigar kemur á Khalil. Nú viljum við að fara að fá okkur frá Khalil. Já, hann keyrir á körfunni, kemur honum út. Og inn á Milka. Og Khalil. Hann er Sækir villuna. Skilað þarna á gólfið. Mantas fær á sig villuna. Nei, Mantas var ekki á Jamal. Mantas með 2. Þeir dæma Villu á Mantas. Þórsara vildi fá villuna á Jamal. En fá ekki sínu framgengt. Og Mantas kom með 2 villur. Khalil. Þetta er fyrra vítið. Khalil setur sitt 5. stig, held ég. Og náttúrulega annar stór leikur í gangi akkurat núna og það er Tindastóll KR. Já. En KR-ingar leiða þar með 8 stigum, 28-20 Á króknum. á Sauðárkróki. Jamal, þetta eru 2 stig. Hörður, kemur á Milka í middressinn. Þessi er ofan í! Já. Vonandi erum við aðeins að raka í gang, við leiðum með 2 stigum núna. 27-25. Tvöföldskipting á Þórsunum á leiðinni. Og... Hafló hittir ekki, Hörður tekur. Dean Williams fær vill á sig í frákastinu. Inn á koma Terri Smölli og Hansel. Þeir verða yfirleitt að gera tvöfaldarskiptingu á konurum. Terrans. Hansel. Drifur á Terrans, Hansel, niður á Mantas og... Varður Axel. Var skín. Kemur hann Milka. Búinn að vera að hitta vel úr þessum midrange stökkskotum. Þeir eru að leyfa honum þetta og hann tekur þessu.
Dean Williams stelur þessum, hann missar hann aftur. Terrence. Skemmtileg tilraun þarna hjá Terrence. Munaði bara hársbreytt. Hörður Axel, kemur hann Milka. Milka ætla vantanlega bara að fara aftur upp í þetta skot. Þessi geigar. Núna geigar hann. Það var aðeins erfiðar en fyrir skot. Hansel. Eldsnöggur, Magnús spila bara hörkuvörð gegnum. Mandas. Og Mandas. Þessu ofan í. Þriggja stiga skoti. Og minkar þetta inn í 1 stig. Keflavík 29, Þór 28. Þess má geta að hitt Þórslið í deildinni, Þór Þorlákshöfn, er að vinna Fjölni 37-22 þegar það bil 5 mínútur eru eftir af Hörður Axel, keyrir bara inn. Já, Alexander, eins og þú veist að segja, þá eru Þórsarar frá Þorlákshöfn að taka Fjölni saman. Já, með einum 15 stigum strax í öðrum leikluta. Sóknarvilla síns mér. Svo nú reyndar ekki á hvernig dæmdu þetta henni. Dean Williams. Magnús. Hörður Axel. Pablo. Og Magnús í horninu. Og Milka! Og 2 stig! Góð! Og einn, eins og íslenskunin væri nú. Kommentakerfið á YouTube er alltaf að skila sínu. Það er Ísak Óli að koma með sitt hversdagslega komment. Vandaða grín. Já. Og ber að heilsa sínum mönnum í sætinu. Já, við skilum að sjálfsögðu kveðju á Ísak tilbaka. Þar sem hann er í æfingarferð í Tyrklandi með sínu lið. Og Milka klúrar vítinu. Það er svo þar. En við hvetjum að sjálfsögðu menn til þess að vera duglegir til þess að tjása kommentakerfinu hjá okkur á YouTube og segja sína skoðun og Þetta er góði loftboltinn. Og hann fer hérna í flugferð yfir allan varnarhelming Keflvíkinga. Skemmtilegt að sjá að Þórsarar eru með ákveðin varnarkerfi greinilega undirbúinn. Fimm stiga munur. Dean Williams tekur þriggja skotið. Og villa á Terrence ítir Milka og fær villu en þarna eru ekki að fara að fá 3 skot þar sem það var ekki brotið á skotmanni. Hörður Axel, það er boltan. Guðmundur er kominn inn. Hörður Axel á Milka og Milka beint upp í skotið og þessi er ofan upp! Hann er búinn að vera svakalega góður í þessu skoti í kvöld. Ísak þakkar kveðjurnar í kommentakerfinu. Og Hansel í langan tvist. Beint á hann upp. Minkar þetta niður í 5 stig. Hörður Axel. Kemur hún á Dean. Dean á að taka þetta þriggjarskotið ef honum hefur að bjóðast það. Villa á Hansel. Já, ok, Villa á Guðmund. Sóknarvilla. Gummi læra þessu. Einhvers staðar las ég það nú fyrir einhverjum síðan að það hjálpaði engum í eftirdeild í körfubolta á Íslandi að heita Guðmundur Jónsson. Nei, það hjálpar lítið. Þegar kemur að dómaramálum eða dómamálum. Nei, og Hörður Axel tekur frákastið. Kemur hann á Dean. Dean, neglur hún móti Guðmund. Guðmund aleinn. Og hittir ekkert nema net. Takk fyrir. Ekki neitt. Og Lárus tekur leikhlé. Hér eru menn ekki að vinna á dragnótum, hérna eru net. Já, þetta. Vel orðað, Alexander. Keflavík búið að mynda hérna smá öndunarrými, loksins. Já, konur í 8 stiga forystu. Fyrsta leikliði sem tekið í leiknum. Já, það sem leikurinn er bara búinn að vera í jafnvægi
bæði lið ekki búin að vera að missa lið fram úr sér. Nei, Það er ekki búin að vera tilgangur í að taka leikli. Nei, menn að það hefur verið svona tiltölulega lítið af stoppum á leiknum. Þetta hann hefur bara fengið að flæða svolítið frjálslega og Mjög svo. það getur verið fínt. Ég menna að þú sér að það er ekki liðinn hálftími og það verður alveg að koma hálfleikur. Já, þannig þetta er búin að vera mjög fljótspilaður leikur. Það er aðeins að bætast í áhorfendafjöldann sem mjög ánægilegt. Já, það er alltaf gaman að sjá þéttsetna stúku. Nákvæmlega. Við vonum að það séu margir Akureyringar að stilla inn á stöðuna. Já, það var alltaf gaman og endilega látið okkur vita hvaðan þeir eru að horfa. Já, það var mjög gaman að hendi í hvar þeir eru að horfa. Það var að koma inn spurningi sett Alexander. Hvernig meiðslalist er að Keflavík núna? Hann er ekki mjög langur. Nei. En það útskýrir sér bara í Red Sea to Brief. Hann er ekki með í dag. Hann er meiddur á hné, var hann að segja okkur. Hann er meiddur á hné og hann er á myndavélunni í dag. Já, það er alltaf gaman þegar menn eru multitaskarar Í Keflavík er enginn of stór fyrir neitt. Hér situr enginn heima og borar í nefið Nei, það er svoleiðis. En leikurinn er komin á stað aftur. Menn vinna fyrir sínu lögum hérna. Pablo gegn Dín og hann setur þetta Dín að spila hörku vörðanda, bara enga góð hreyfing hjá Pablo. Hann rúndaði þarna hringinn áður en hann ákvað að fara honni. Já. Hey, jump up, ready? Dín. Það er brotið. Villa á hvern sá ég nú ekki. Jamal Palmer sýndist mér. Dive. Hann þá fór svona fyrstu villu í leiknum. Já. Og Milka meiddst utan. Hann er 0-2 í vítum. Ekki sátt með sjálf sig. Dive. Setur bara seinna. Hann gerir það, örugglega. Kemur sig í 15 stiginn. Hörður Axel. Tekur Palmer. Kemur hann út á Matas. Og heitir ekki. Og Gummi rýfur þetta frákast. Callum Lawson einn á kantinum. Hörður Axel kemur upp með boltan. Virka. Dín inn á Callum og Hansel stelur honum. Nær Dín að haldi yfir Hansel. Geysir þetta fram öllum. Og Hansel brennir af. Herri, við varum að fá fyrstu kveðjan okkar utan af Íslandi. Venni og Ágúst var að horfa frá Svíþjóð. Bara gaman að heyra. Skilum kæri kveðju til Svíþjóðar. Milka. Út á Dín í þristinn. Bingo! Þarna þekkjum við Dín Williams. Okkar allra besta. Hansel. Keirir. Hansel út á Július í galopin þrist. Og hittir ekki. Dín Williams rífur þetta bara niður eins og ekkert sé. Þessar löngu hendur. Hann kemur Inn á á Milka Og og hann setur hann. skorar. Hann er Erfitt skot Hann er með bara í- vinstri. Hann er 30 tonni í jarði í þetta þessi greið. Það er svoleiðis. Pablo keirir. En Hansel er aðlitt. Og þakka fyrir sig. Setur þetta bara. Og setur þetta. Minkar þetta í 10 stig. Elli. Guðmundur. Hörður Axel frá boltan. 10 sekúndur eftir á skóklukkunni. Og Milka. Wow. Rétt rúm mínúti eftir að leiknum. Þórsar að geysast upp. Það fær villu. Ágúst Orrason kemur inn í leikinn fyrir Dín Williams. Helstu tölur er það að Dominika Smilka, hann er með 17 stig. Aðrir minna, Khalil 6, Gummi 5, Dín 5 og Hörður 4. Alexander, er eitthvað annað skemmtilegt að frétta úr tölfræðinni? Hörður er komið 6 stóðstíkar. Hörður er með 6 stóðsendingar. Og frákasta bara á þann. Keflingar eru með 15 stóðsendingar alls og
Þórsarar 4. Já, það þýðir að þeir eru að reyna meira sjálfur. Og sóknarvilla, 3. sóknarvillar í Keflavík. Og Guðmundur Jónsson ákveðinn sýnir annan, vera- Guðmundur Jónsson. Hann er núna komið með, já, þó ekki nema 2 villur. Nei, en báða sóknarvillur. 10 stiga munur, 45 sekúndur eftir, Þórsarar með boltann. Og Pablo. Þetta var eitthvað skref og sóknarvilla. Já, það var 2 fyrir 1 pakki í villum þarna. Milka. Lárus Alvar þóst ekki alveg sáttur við sem leikmann að hafa keyrt inn í þetta. Hörður Axel. 14 sekundur eftir skoðklukkunni, 20 sekundur eftir af leiktímanum. Hörður Axel reynir að keyra út. Hörður Axel kemur hún inn á kalum og sækir villuna og þar með nýja skoðklukku og 13 sekundur eftir klukkunni. Sem þýðir engin skoðklukka. Callum fer á línuna. Já, bónus. One shot. Það var alíslensk þorð. Callum. Þetta var valla net, þetta var svo beint á honum. Já. Bótt. Þetta komið þessi 12 stig. Gerið það. Við hvetjum fólk til að fara á YouTube-sæðinu sinu niður í Settings. settings. Stillingar. Það sem er eins konar svona, já, svona skemmtileg dæmi, ég veit ekki hvað að kalla þetta. Íta þar á og fara í quality, það sem stendur yfir svona 480 sem er auto og sóknarvilla telur ekki. Núna gætu aftur á móti vera að fara að fá þau hingað til okkar. Tvær sekundur eftir á klukkunni. Inn og kemur Kolbeinn Gíslason hjá Þórsvík. Já, en svo við klárum það sem við vorum að reyna að segja. Að fara niður í settings, íta þar á quality og fara í 1080. Fara í HDR til að Já. sjá þetta í skemmtilegri gæðum. Það sem við erum að streyma þessi HDR. Það var að gera fólk nýtt til þess að það valkost. En 2 sekundur eftir að fyrri hálfleik og leikhlé. Jæja, þessar síðustu sekundur eru að fara hérna aftur í gang. Hörður Axel kemur hingað til okkar. Við erum eitthvað fyrir honum. Nei, þetta er fínt. Nú er teimið okkur allt í einu orðið 3 manna hérna. Hendur svona í. Gætum ekki verið nær axoninni, þeir stela þessu. Er náttúrulega landræði. Þetta var bara svona skemmtileg tilraun. En ef við gerum upp fyrir hálfleikinn eldsnöggt, Alexander. Keflavík leiðir með 12 stigum. Framan að virkilega jafnt, en við svona sigum svona hægt og rólega aðeins fram úr þegar að leiða á annar leikluta. Já, Nú leitar þú að einhverju alveg. ég er nú bara að passa hérna, sé ekki dót og drast fyrir mönnum. Já. En fínt fyrir hálfleikum með við deyðina sem var hérna í byrjun. Já, en þá fannst mér pínu svona þeir eiga miklu meira inni allir á vellinum Já, já. í tanknum sko. Klárlega. Og spurning hvort þeir sé að bíða eftir bara seinni hálfleiknum eða
sprengja því fram. Já, við væri til í að fara að sjá meira að rigna einhverjum skotum hérna og meiri tildröfum, en það kemur vonandi í seinni hálfleik. Við verðum bara að sjá til með það, Já. en þangað til þá ætlum við að fara í stutthlé og Kaffi. heyrum aftur í ykkur eftir smástund.
Jæja, Sindri, þá erum við mættir aftur. Leikmennir eru að tínast inn á völlinn til að hefja seinni hálfleik. Ég fekk góða ábendingu með það að það væru margir frá Bretlandi og Ameríku að horfa á leik þar sem þessi leikmenn eru út af ættmenni. Það er náttúrulega bara geggjað sko. So if you're watching from outside of Iceland, please leave a comment where you're watching from. En leikurinn er komin á stað og Pablo keyrir inn á körfunni, kemur hann móti Júlíus í þryggi. Það er þryggjastega, minnkar ekki 9 stig. Skora stig nr. 35, 6 og 7 fyrir Þórsara. Já, allt í einni reið. Nú sjáum við báðið mjög lítið. Þú lýsir þessu kannski, Alexander? Já, Milka er hérna og það er brotið á honum. Hann fer á línuna. Það er Pablo sem brýtur á Milka og fær sína aðra villu í leiknum. Guðmundur neglur út en Khalil Júlíus hásbreytt frá því að spila boltanum. Hörður Axel upp í þriggjastaðskoti. Hittir ekki. Og Dean Williams. Er þetta til Dean. Og endurskipulag á sókninni. Við lætum höfst að fá hann. Og Khalil nær ekki til boltans og hann endar út af. Misskilningur milli Harðar og Khalil. Þórsarar eiga innkast. Khalil er aðeins búinn að taka 1 þriggjastaðskot og það var þegar leiktíminn var að renna út. Fyrir aftan miðið. Khalil tekur eins og þetta frákast. Hausinn á honum var hjá hringnum. Já, skemmtileg hreyfing hann hjá Khalil. Keyrir upp alla völlinn og setur 2 stig. Vá, hún flautaði basically í eyrað á okkur. Já. Knötturinn endar út af vellinum. Júlíus steig út af. Knötturinn endaði sjálfur ekki út af. Hörður Axel, gegn Júlíusi. Khalil fer inn í teig. Og hann nær frákastinu. Það er ekki villuna. Meðan Milka nær öðru sóknarfrákasti. Og út á Hörð. Hörður kalla kerfi. 8 sekúndur eftir á skóklukku. Kemur hann á Dean. Nú sjáum við mjög lítið. Dean Williams. Skýtur og skora. Falleg hreyfing. 13 stig, stærsti. Já, mesti muninn á liðunum þessu leik hingað til. Og Keflvíkingar eru í 50 stigum. Villa á Milka. Brýtur hann. Herrens Mötley. Mötley. Þjálfarateymið Þórsara ekki ánægt með það hversu mörg sóknarfrákast Keflvíkingar eru að taka. Nei, þeir eru að taka helviti mörg. Já. Herðu, ég að fá skemmtilegt komment á YouTube. Ef Njarðvíkingurinn Ágúst Hrafnsson starfsmaður í húsi er á vakt, þá komið kveðjan frá mér. Ef við sjáum hann, þá gerum við það. Páll, við munum skila þeirri kveðju á hann Ágúst. Og Guðmundur. Já, hárréttur dómurinn. Þarna held ég að allir Keflvíkingar í húsinu hefur verið auðvitað Guðmund skjóta. Það vantar vítin inn. Sitt þú! Þarna Boltinn endar á Dean Williams. Gefur hann á Hörð. Villa á Júlíus. Það er slátturinn. Guðmundur kemur boltanum inn á Hörð. Inn á Milka skorar. Tvö stig viðbót og kemur sér 19 stig. Þá var á fyrstu Þórskveðjuna á kommentarkerfinu í YouTube og Hansel
Hann hakkar fyrir sig með þessum opnum skotum og bara setur það ofan í. Hörður Axel. Bak! Julius! Dean Williams. Kemur hann með Khalil. Khalil á hausa. Sækir skrínir. Khalil upp í þriggjastaðskotið. Bingo! Setur hann. Fyrsta þriggjastaðar Karfa Khalil í kvöld. Við höfum séðan raðað þeim þó nokkrum. Hann er í 11 stigum. Það hefur farið lítið fyrir honum en hann er samt næst stigahæsti leikmaður Keflavíkur. Heyrðu, hér er Bylta. Villa á Mantas. Getur þurft að skoða þetta aftur hérna á gamla góða YouTube-inu. Ég vissi ekki að það væri Villa að lenda á nokkrum, en Mantas er að fá sína 3. villu í leiknum. Heyrðu, þetta eru tveir stóri menn. Mikill þungi þegar menn detta svona. Hörður Axel keyrir bara inn á körfunni. Setur það! Karfa Sækir vítið í leiðinni. Og 1. Og munurinn er allt í einu orðið 16 stig. Við erum að sigla hérna aðeins hægt og rólega fram úr. Gett á bítandi. Já. Hörður Axel. Og 17 stig. Skipting. Keflingar eru búin að ná ágætlega tökum á Þórsunum varnarlega. Mantas keyrir inn og leggur þetta ofan í léleg vörn. Khalil fer inn og ætlaði að finna Milka en Hansel var fyrir, tekur boltan Július í þris og setur hennan ofan í. Jæja, aðeins. Þetta voru 2 stig, ekki 3. Já, Þórsarar aðeins að sækja sér veðrið hérna. Dean með 3. Bingo! Og slekkur í Þórsurum. Ólafur var reynir að vekja hans í húsinu. Guðmundur Jónsson. Ok. Vel gert Gumma. Hörður Axel kemur boltan. Khalil er á kantinum. Hann veit vantar að fá hann. Guðmundur. Fer upp í þriggjastaðskotið. Hittir ekki. Aðeins og stuttur. Hansel. Terrensen, Hansel fær villuna. Vill og Guðmund. Guðmundur að safna í villubunkan. Ekki fyrsta villa sem hann fer á ferlinum. Og ekki seinasta. Alls ekki svo seinasta. Óhætt að segja það. Hansel, kemur hann Pablo þristur. Og hann dansar upp úr hringnum. Hörður nær boltanum. Hörður. Guðmundur. Gumma. Út. Aftur á Hörð. Khalil býr í hótinu. Hörður með skotið. Khalil rífur þetta upp. Og setur þetta! Úr leiðinni. Þarna sjáum við baráttuna sem býr í Khalil eða nennir þessu. Þórsarar eru að lenda inn í villuvandræðum. Hansel að tensi að koma með 4 villur. Og Mantas. Þá eru Július, Pablo, Terrence og Erlendur allir með 2. Já. Sem er í rauninni allt í lagi. Þórsarar eru konum með 16 villur í leiknum en Keflingar einungis 8 og 9 fyrirgeð og þar á leiðandi er Guðmundur Jónsson með 3. Dómarinn talar eitthvað við ritaraborðið vill meina 41 sé 41 er Mantas
Khalil á línunni. Kemur þessu í 19 stig. 64-45. Pablo og Hansel. Hansel, Kyrrin, Hansel, já. Vel gert hjá Hansel. Hansel er að taka þessu opnum skot og bara setja það onni. Við verðum kannski að fara að mæta honum aðeins betur. Þau leikir stál í stál hérna. Dín og Milka fær Tvö skot. villuna. Það er Terrence sem er að fá sína 3. villu. Held ég alveg örugglega. Já, 3. villu í leiknum. Og Milka fær á línuna og tekur 2 skot. Í staðan í öðru leikum, Alexander. Já, ÍR-ingar eru að vinna Hauka í hörkuleik 56-53 þegar 8 mínútur eru eftir að 3. leikluta. Nú þegar réttur mínúta er búin að 3. leikluta í Tindastól KR er staðan 45-42 fyrir Tindastól og Þorlákshöfn er að vinna með 2 stigum 63-61 gegn Fjölni þegar tæp mínúta er eftir að 3. leikluta. Eða Fjölnismennur konir yfir. Það er svoleiðis. 9 sekúndur eru eftir að 3. Andrés búinn að vinna 1 leik í deildinni og það var gegn Þórsunum. Þórsson komið. Milka klúraði báðum vítunum sinum. Ég held að sé 1 eða 2 af þá 5 eða 6. Jamal Palmer neglir niður henni frisk. Þetta kallast það negla niður. Lifnar aðeins yfir bekknum hjá Þór. 14 stjármunur. Lawson, stuttur, Dean Williams. Dean. Og ekki gott, en þeir, Jamal er boltanum. Hlaupa hérna dómarana og Pablo keyrir inn. Ói, fallegt. Þessi lekur ofan í. Dean var hálsbreytt frá því að slá þennan í burtu. Þórsarar aðeins að saxa hérna 12 stigamunur. Magnús. Það var hörð. Dean Williams, inn á Milka. Já, úi. Milka ekki vanur að brenna á þessu og er mjög ósáttur með sjálfan sig. Erlendur slær Milka í höfuðið og fær sína 3. villu í leiknum. Milka samt sem áður. Þráttur ósáttur með sjálfan sig á vítanýtinguna, þá er hann með 20 stig, 9 fráköst og 2 stóðsendingar. Hörður Axel kom með 9 stóðsendingar. Hörður Axel heldur áfram að halda uppi. Og á meðan eru Þór bara með... Milka fagnar þessu á loksins eftir bæði vítin, virkilega. Þólum að það var á þrótum í þessari vítanýtingu hjá honum. Hann lítur að vera virkilega sáttur með það. Já, 20. Þarna lifnar aðeins yfir jarðarförin í stúkunni sem hann er búinn að vera. Hörður Axel. Alexander, veistu hvað ég held að vandamáli sé í áhorfendunum? Dómararnir eru búin að vera fanta góðir. Já, og þá heyrist ekkert í áhorfendunum. Það er bara rétt. Það er ágæts punktur hjá þér. Já. Þetta hefur bara verið frekar svona... Ég man ekki eftir því eftir... Svona rólegri neðri stúku í Keflavík. Já. Menn eru... Blóðþrýstingurinn hækkar lítið í dag. Pablo kasta bara í hliðina á spjaldinu. Dean keyrir upp völlinn. Hörður, 30 stiga skot. Bingo! Hörður Axel! Lama bingo. Pablo.
Erlendur og missi boltan bara í fangið á Magnúsi og Callum tekur hann svo. Dean Williams og ég var hann persónulega virkilega spenntur fyrir þessu flugi hérna sem var í undirbúningi hjá Dean Williams. Herðu! Dean Williams bara spjaldar inn á Magnús. Já, skorar. Kemur í munum í 19 stig, 70-52. Jamal með svona smá fallegar hreyfingu. Já, smá stemming, hálf krosslu einhverja hérna. Hörður með fallega sendingu inn á og Callum. Nei! 20 stig, takk fyrir Túkall. Callum Lawson. Hann er búinn að skora 7 stig í kvöld. Sá leynir á sig. Stígur á endalínuna, hliðarlínuna. Lárus sá hann ekki stíga út af, ekki sá við heldur, en við sjáum ekki neitt þarna. Nei, við verðum bara að sjá okkur fært að treysta dómaranum í þessu. Það er eina sem við verðum að sjá. Hörður Axel nýtur lóaklaps úr stúkunni. Veigar. Magnús. Upp og setur hann. Magnús er búinn að vera skíthittað í kvöld. Hann er komið með 7 stig einnig. Já. Jamal hittir ekki, loftbolti gamli yfir góði hringinn. loftboltinn. Callum á Veigar. Magnús. Á Magnús. Callum. Dean. Á Magnús. Sekundar eftir skóklukkunni. Veigar keyrir inn. Veigar. Nálægt því. Mjög nálægt því. Jamal. Kemur á ferðinni. Hendir fram á Július. Gegn Ágúst Árasinni. 10 sekundar eftir. Pablo. Dean ætlaði þarna upp til tungsins til að vera eftir sko. Dean með skemmtilega. 5, 4, 3. Heads up! Nálægt því að sitja þessi 3 stig. En 22 stiga munur á liðunum þegar þriðji leiklutir rennur sitt skeið 76-54. Keflaði ekki við. Það er eins og Dean Williams hafði ekki vitað að það væru 5 sekúndur eftir skóklukkuna. Hann vildi bara róa leikina þess. Já, hann ætlaði bara að fara að stilla upp í kerfi og... Já. Þetta var flott kerfi sem þú settu. Já. En flottur leiklut í okkar mönnum. Já, Þórsarar eru í smá villuvandræðum fyrir fjórða leiklutan. Það eru 2 menn úr byrjunarliðinu með 4 villur. Það eru Mantas og Hansel. Þá eru Terrence og Erlendur einnig með 3 villur. Július og Pablo með 2 og Jamal Palmer 1. Mikið Keflingar ekki mikið í villuvandræðum. Guðmundur með flestar, það eru 3, aðrir með 2, 1 eða færri. Akkurat. Mér finnst, Sindri, að það sé búið að vera, það komið smá meiri ákveð núna í leikinn. Já, loksins. Já, þetta var, fyrir leikluti var svona, það var, já, daufur, ekki daufur, það var bara svona, menn voru bara að slaka þess á en bæði lið voru að gera það, þannig að það kannski er ekki við neitt að sakast í því. Vissulega ekki. Vissulega svona minni ákveða leikir eru náttúrulega ekki jafn skemmtilegt að horfa á og þegar mikið er undir og mætir mikið, sko. Nákvæmlega. En við bíðum svo bara spenntir eftir þessu fjórða leikluta sem er að hefjast. Milka á Magnús. Á Ágúst. Callum hótt á skotinu. Inn á Milka. Ágúst inn á Milka, falleg sókn og Milka sækir þessi 2 stig. Er að skora. Þetta er konið 23 stig í kvöld. Og Callum og nálægt því að stela honum. Næ, þessum aftur. Hansel. Kemur honum út Baldur. Hittir ekki, Ágúst nær Þórðarson rífur niður frákasti.
Veigar, gegn Erlendi. Ítur honum aðeins frá sér. Callum á Magnús. Magnús. Milka og Callum Lawson. Það var munurinn orðinn einhver 28 stig. 26 eða ekki? 26. 80-54. Hansel klikkar, Callum tekur frákastið. En Jamal stelur þessu, keyrir fast inn á körfuna, setur 2 stig. Smá einbeitingarleysi á Keflvíkingum. Veigar upp, Callum á Ágúst og með opið skot. Hittir ekki. En Veigar keyrir inn. já, Setur 2 stig. hann getur þetta strákurinn. Hann reyndar að skora sín fyrstu stig í leiknum. Hann er að fá mikilvæg mínútur hérna í kvöld. Mantas kominn aftur inn á Þórsurum. Magnús. Jamal með 3 stig. Munurinn er 23 stig. Og Veigar, hvað gerir hann? Þetta er ekki, Baldur tekur frákastið á Hansel. Hansel keyrir upp völlinn. Hansel er eldsnöggur. Hörðu. Hittir ekki, Milka tekur frákastið. Veigar stillir upp í kerfi. Þess má geta seinast þegar Þór Akureyri kom hingað, þá unnu þeir. En þá var þjálfari okkar Keflvíkinga Hjalti Þór, þjálfari norðamanna. Og Callum lengstur utan þriggjarstælínuna. Hittir ekki. Mantas nær að halda þess inn á. Erlendur keyrir inn. Hittir ekki. Baldur nær frákastinu út á Erlend. Erlendur með þriggjarstælskotið. Hittir ekki. Og Veigar Árni nær þessu. Veigar Áki nær þessu frákastið. Ágúst. Það er komið rosalegt tempo á leikinn núna. Og Milka. Já, Skorar! Eins og að drekka vatn. Hansel á Jamal. Jamal með fristinn. Jamal er að hitta vel. Jamal er komið með 17 stig fyrir gestina. Veigar á Milka. Milka fer sjálfur. Ekki, það var ekki að spyrja að þessu. Allan daginn. Gæinn gæti skora 80 stig. Ef hann myndi halda þessu. 27 stig sem Milka er komið með í kvöld og 11 frákast. Hansel. Ágúst er að rífa niður frákastinu þetta hægri vinstri. Keflvíkingar hálf kæruleysi hérna niðri við eigin endalínu. Ágúst fyrir vandal upp í þriggjarstælskotið, það ekki rétt. Þetta ætti að vera, hann hittir ekki. Hann er bara langt frá því. Ásetningur! Hvað gera þeir? Þósarar vilja ásetning. Nú veit ég að dómarinn er ósáttið því þetta heitir óíþróttamætti villa. Ekki ásetningu lengur. Við vorum að tekna á tapi fyrir þann daginn. Já, dæma óíþróttamætti villu á Ágúst. Nei, á eitthvað. Á Veigar. Á Veigar fyrir að brjóta hraðarupplöp. Andrés kemur inn á fyrir Magnús. Mantas fyrra vítið fer beinustu leið ofan í. Og seinna vítið fer einnig beinustu leið ofan í. Dive! Það var að koma spurning í gegnum kommentarkerfi, Alexander. Það var að spyrja hvað þú væri búinn að borða þetta. Kjúklingasúpu. Já, og drekka vel af vatni. Já, mikið af vatni, já. Já. Og ég er enda þú varst svo sætur, þú ert ekki bara góður lýsandi, þú ert líka góðhertaður maður. Já. Keyptir hann Pepsi Max hérna í Já. hliði. Já. En þú varst náttúrulega þorrablóðingar. Jú. Og þar, hérstu þér þorramatinn? Já, ég borðaði þorramat í gær og... Bæði mat og drykk. Já, það var vist verið að gefa Já. einhvers konar brennivín og ég... Já. Þetta er bara hluti okkar, þetta er bara okkar menningar alveg. Já.
vissulega. En aftur á leiknum. Takk fyrir góða spurningu. En Jamal setur þetta ofan í. Minnkatan í 21 stig. Ágúst Orrason, kemur Andrés. Andrés, Skemmtilega hreyfingu. en Milka. Háa fyrir hana. Wow. Erlend svakaleg sending. Nú. Halló, bingo, balló sko. Þetta voru einn bestu tilsynir sem við Jamal séum á hérna. gestalegi í Keflavík í vetur. Það bara, Vá! flýgur hérna bara yfir. Já, allt frá sendingunni að hinni sendingunni. Ágúst er víðs Og fjarrri Andrés tekur þetta og skorar. Hansel. Ekki hittir hann, Milka tekur frákastið fram á Og Callum. Callum og Ágúst. Ágústa á Andrés. Og býður til Milka. Á... Og Já, Veigar. Veigar. Tekur þristinn. Kallinn! Flottur strákur, góður í skóla. Góður í skóla. Mandast með þristinn. Jamal, we need 3 bounces, let's go. Minkar þetta niður í 21 stig. Og Andrés á Callum. Nei! Skorar ekki, Callum er að safna. nær frákastinu og missir hann út af. Callum ætlaði að safna þessi í sóknum frákastabankan en það mistókst. Mandas keyrir inn á körfunni. Villa á... Sé Andrés. Já, mjög líklega. Khalil kominn aftur inn á Dean Williams. Ég ætla að gíska með hvernig leikurinn er að Nei, spilast. það var Callum sem fekk þetta villu. Já. En ég ætla að gíska með hvernig leikurinn er að spilast, Alessandra. Við höfum eftir að fá kannski 1-2 hol í húi hérna frá Dean Williams og Khalil. Já. Holly Hú. Aljúb. Skemmti skot. Já. Bæði ofan í. Mikið kæruleysi hérna. En Þórsar að missa boltan út af. Og svo menn vanti smá stundum einbeitingur hérna í þennan leik. Á einbeitingu. 19 stöðmurur. Ég veit ekki af hverju það eru 19 sekundur á skóklungunum en Andrés nægir ekki að tryggja boltan. Það er þá Erlendur á Jamal og í langan þrist. Heyrðu! Getur hann. Maður er bara gjörsamlega óstöðvandi þessa myndina. Og Villa Erlendur fær sína 4. villu. Það eru þá 3 leikmenn Þórs með 4 villur. En þeir eru búin að ná að halda þeim inn á helvíti lengi. Já, skemmtilegt Smá skemmtiskot þarna. Já, smá skemmtiskot. Það var sirkus í þessu. Já, Hansel eins og það er í handboltanum. æðir hérna upp. Heldur bara Erlendur með jafnvægi. þrist. Hann dansar upp úr hringnum, Baldur. Baldur. Kemur hann með Erlendur með alla leikmenn Keflavíkur á sig og Og skora hann saman. setur hann bara onni. Mikið flókið. Það eru þá Veigar- 16 þegar munum reynu. Veigar- Veigar búinn að vera svolítið kærulaus. Hann voru að taka boltan upp alltaf snemma. Dean Williams, róar það aðeins. 14 sekundur eftir skóklutinu. Callum. Khalil. Új, en Dean Williams. Slæðir hann. Þarna hefði ég verið bara að sjá okkar mann. Rusar sér upp í stúku í fangi á okkar mannum. Kasta þessu bolt aftur inn. Dive. Svo sem engin ástæða til þess að vera slasast þegar svona lítið er eftir. Vissulega. Jamal með þrist. Hvað er í gangi með hann að gæja Hann maður? er gjörsamlega, hann er með 26 stig, hann er 5 af 7 í þristum.
Hann ætla á að kveika því að það á ekki að leyfa þessum gæja að skjótast. Callum á Dean. Á Andrés. Khalil. 8 sekundur eftir. Khalil langan tvist. Æsur Já. honni. Stoppa blæðingan í smástund. Mantas kreður þessu. Munurinn bara 13 stig. Og 2,5 mínútur eftir. Hansel! Það hefur síðan skrýtnari hluti gerast í körfubolta. Erlendur hérna að fá sína 5. villu. Hörður Axel Þarf því að... og Callum kemur út af og Ágúst Árnason kemur einnig inn á fyrir Veigar. Númer 1 sem Erlendur með 5 villur. Inn og kemur Ragnar Ágústsson. Ég verð því miður að Rikki Erlendi, ég held þessi hárið. Khalil með boltan. Khalil. Ágúst. Áttuðu menn sig ekki. Sem betur fyrir eru bara 2 mínútur eftir þessu leikar. Defense! Ég ætlaði að segja maðurinn að heitur þessu. Það tekur Mantas frákasti. Og villa á Andrés. Herðu Alexander, hver er staðan í öðru leikjum meðan? Íringar eru að vinna 74-73. Þegar fjóruleikinn nýbyrjaðir. Já. Herðu, það munar aðeins 11 stigum. Á króknum eru KR 4 stigum yfir þegar 3 sekúndur eru eftir af þriðja og þegar 1 mínúta eftir rétt tæplega af leiknum í Þorlákshöfn þá eru Þórsarar að leiða þar með 8 stigum 85-77. En vissulega rétt, 11 stig eftir og 11 stig sem skilja milli liðanna hér í þessu leik og 101 sekúnda eftir. Já. Við erum aðeins búin að kasta, við varum rétt konum með 30 stiga fórustig þarna. Já, og svolítið kæruleysi í Keflvíkingum. Já. Jæja, þá er leikurinn að fara aftur af stað. Hörður Axel, út á Ágúst í þristinn. Ágúst er ekki að hitta á þryggjastigum skotinu sínum. Hansel, keyrir Ágúst. Ágúst er 0-4 í þristum í kvöld. Þetta, ég veit ekki hverju þetta er. 34 Hansel. Ragnar. Hansel, keyrir, Hansel. 9 sekúndur eftir skóklunum, Hansel og Dean Williams tekur frákastið. Og þar með er þetta rennið í sandinn fyrir Þórsara. Já, ég finnst það nú afar líklegt.
Og Khalil, hvað gerir hann? Tekur þristinn. Vá, hann hittir ekki inn í ringinn. Hægir áfram. Þórsarar vilja fá óíþróttamannslega villu hérna. Fá ekki. Það sem að geta, Þór að vinna þennan leikluta 30-19. Arfa slagur leikluti á Keflvíkingum. Varnarlega, aðalega. Unnur einungis 10 stig. 9 stig. Come on! Það er þriggja hverju leikur. Go! Já, boltinn lifir. Ágúst með boltan. Ágúst heldur boltanum. 10 sekúndur eftir á skóklukkunni. Keflvíkingar eru bara í baráttu að halda boltanum innan liðsins þeir. Og Ágúst var galopið þriggjastaðarskot. Og hittir ekki. Hann er 0 að fólk og enn. Khalil. Villa. Og ekki honi. Hörður Axel gagnrýnir hérna á dómarann að þeir séu að taka þátt í þessu rugli með Þórsurum að spila svona high intensity vörn og hann vil greinilega meina að þeir séu að spila of fast og dómararnir séu bara að peppast með hann. Ekki að venda leikmenn úr. Nei. Khalil setur bæði vítin. Það er 11 stig. 25 sekúndur eftir. Jamal með þrist. Nærði ekki en fær 3 skot. Ágúst fær villuna. Fyrsta villan hans í leiknum. Það verður að segjast að Þórsarar eru í frekar erfiðri stöðu. Þetta er brött, mjög brött brekka. 11 stig og 22 sekúndur tæpar eftir. 10 stig. Við setjum næsta víti, þá er þetta orðinn 3 hverfi leikur. Þetta eru 3 víti. Dean Williams. Það var eitthvað að misskilja þarna. Setur öll 3. Þetta eru 8 stig. Þú þarf að koma á boltanum. Tími! Skjóttu fyrir ekki inn. Nei, klukkan, tími. Georgia! Þeir reyna Þórsarar tíminn alveg fór brjálæðir í hérna. gang. Ef við sjáum hérna þá var 21,6 sekúnda áður en vítið var tekið. 24. 21,6. Einar, við erum með 21,6. Það var 21,6. Þeir verðast ekki alltaf að breyta skotklukkunni. Nei, leikklukkunni segir. Nei. Hér er Þórir Axel. leikurinn bara að renna út sínist Það er mér. að renna og 9 Dean Williams. sekúndur. Og Dominika Smirka. Þetta er leikinn 8 stiga sigur Keflvíkinga 97-89 staðreynd. Já, þetta var einkennilegur leikur, mikil deyfð yfir honum en við höfðum þessi 2 útrónum sem Keflvíkingar ætluðu sér. Jú, mikið rétt. Mikilvægi toppbaráttunni. Já. Og við þökkum öllu fyrir sem horfðu. Við hvetjum ykkur einnig til að fara hann að Keflavík í kvöld og horfa á viðtölin. Við ætlum að henda okkur í viðtöl við þjálfara og leikmenn
Við minnum á styrktarlínuna sem kemur hérna eftir. Það þarf alltaf, við erum að halda áfram að bæta við okkur búnaði. En annars þökkum við Alexander, bara kærlega frá okkur og Keflavík TV-teimi. Það er bara stimpla út í kvöld. Segjum þetta gott í byrjun. Takk fyrir.